Verið velkomin í útsendingu Keflavík TV fyrir leik Keflavíkur og Breiðablikur í Pepsi Max deildinni sem að byrja hérna eftir 30 mínútur cirka. Ég heiti Birgir Liljar og hér með mér er hann Konráð Ólafur. Ekki bara henda úr strax í byrjunlegi, ég held að við ætlum að gera það. Ég held að það verði gott. Já, það verður ekki að. Þeir hlutu að gera samt einhverja breytingu fyrir þess að þeir náttúrulega eru að fara í Evrópuleik núna á 15. Já. Eina leið sem getur eitthvað þar. Það er Val gengur ekki vel á Evrópumótunum. Nei, þeir hafa skítið á sig. Gjörsamlega. Og saman að segja með FH, en þetta er aðeins óvæntara. Já. Aðeins svona meira skrifað í skín. Já. Við skulum byrja á gestunum. Byrjunlið Breiðabliks er númer 1 Anton Ari Einarsson, númer 3 Ólafur Sigurjónsson, númer 4 Damir Múminović, númer 7 Höskuldur Gunnlaugsson. Fyrirliði Blika, númer 8 Viktor Karl Einarsson, númer 9 Tómas Mikkelsen, númer 10 Árni Vilhjálmsson, númer 11 Gísli Eyjólfsson, númer 14 Jason Daði Svanþórsson, númer 21 Viktor Margeirsson og númer 24 Davíð Örn Atlason. Og þá var það byrjunlið heimamanna Keflvíkinga. Í markinu númer 1 Sindri Kristinn Ólafsson, númer 4 Nacho Heras, númer 5 fyrirliði Keflvíkinga Magnús Þór Magnússon, númer 7 Davíð Snær Jóhannsson, númer 10 Kian Paul James Williams, númer 16 Sindri Þór Guðmundsson, 22 Árnbjörn Þórðarsson, 23 Jósef Arthur Gibbs, númer 25 Frans Elvarsson, 28 Ingimundur Aron Guðnason og 30 Marley Blair. Og varamenn Blika eru Brynjar Atli Bragason, Alexander Helgi Sigurðsson, Þorleifur Úlfarsson, Finnur Orri Margeirsson, Sölvi Snær Guðbergason, Kristi Steindorsson og Andri Rafn Jómann. Varamenn Keflvíkinga eru hins vegar Helgi Bergmann Hermannsson, Ari Steinn Guðmundsson, Adam Árni Róbertsson, Helgi Þór Jónsson, Dagur Ingi Valsson, Kristján Valeski og Oliver James Kilar Torres. Þjálfarar þessa liða eru Óskar Hrafn Þorvaldsson og Eysteinn Húni Hauksson og Sigurður Ragnar Eyjólfsson. Dómari leiks í dag er Ívar Orri Kristjánsson og aðstoðardómarar Ragnar Þór Bender og Antoníus Bjarki Halldórsson. Ekki bara byrja á því. Síðasti leikur var náttúrulega lélegur, eða seinna leikurinn í síðasta leik. Já, bara alveg á rétt hjá þér. Það var bara, þeir settu inn á Adamægi og hann hvað heitir hann aftur? Oh my god, ég er búinn að glemma nafnið hans. Hann ég man það ekki, en það skiptir ekki máli. Og það breyttist leikurinn þar. Já, breyttist gjörsamlega. Ég meina við vorum alveg jafn góðir og þeir í fyrri hálfleik. Já. 1-0 yfir fyrri hálfleik. 1-0 yfir og bara geggjaðar sko. Já, og svo fór þetta bara alveg downhill í seinni hálfleik. Þetta fór bara, já. Það var bara, þeir bara gersamlega yfirspiluðu okkur. Já, það er bara svoleiðis. Víkingur bara betra lið í þessum betri aðilinn í þeim leik og verðskulduðu 3 stig. Já, verðskulduðu 3 stig, bara alveg hárrétt hjá okkur. En Blikarnir að koma úr Evrópuleik sem gerðu held ég jafntefli eða ekki? Jú, 1-1 og voru betri eða voru meira með boltann í þeim leik. Já. Sem ekki oft þegar þú mætir svona sterkur lið þessu Austria Vínar. Já, Austria Vín, gríðarlega sterkt lið, Breiðablik. Þeir eru bara vaknaðir eftir mjög góða bara að vera að spila vel og síðustu til dæmis 5 leikir á Breiðablik er 1-1 jafntefli móti Austria Vín, 1-1 jafntefli móti KR í deildinni, 2-0 sigur móti Racing FC Luxemburg og svo annað 3-2 sigur á þeim og 4-0 á Leikni. Ég meina þetta Breiðablik liðið bara í góðum gír og þeir hafa náttúrulega bara verið að vinna alla heimleikana sína og hafa verið sterkir þar og þeir ætla sér bara að challenge fyrir hennar titil þótt að ég held að þeir séu aldrei að fara að vinna hennar titil. Jú, ég held að þeir geti það ef þeir tapa engum leik í síðustu umferðunum, næstu umferðunum.
þeir eru eftir að mæta Val sem getur verið góður leikur fyrir þá að vinna og það alveg fullt tækifæri, ég sé fullt af tækifærum fyrir að vinna hann að byggar. Valur hefur ekki verið að spila vel og þeir náttúrulega bara síðast leikur þeirra á móti Böddi Glimt voru þeir bara rosalega soft og ég held að eins og á móti Skagamna þeir bara skoru öll 3 mörkin, skilur 2 fyrir þá og 1 fyrir sig. Ég sé alveg ef þeir fara að gera eitthvað svona klöfeli mistök þá geta þeir alveg mist af titlinum. Já, ég alveg sammálaður sko. Ég meina Breiðablik lið, á pappír eiga er ekki að unnið þetta en einhvern veginn klúðraðir þessu alltaf nákvæmlega saman Manchester City í meistaradeildinni og Tottenham með skúrastöðinni. Þetta er bara mesta klúður lið Íslands. Þeir hafa verið að klúðra hlutunum en Já. Óskar Hrafn er alltaf búinn að ná upp en að þeir hafa verið að spila langbesta fótboltann og náttúrulega hafa gengið liðað besta heima öllu og náttúrulega komið hingað í bikarnum og unnið 2-0 sigur. Þar sem þeir væntanlega koma til með að vilja gera allt sem þeirra valdi senda til að vinna þann leik. Vinna okkur núna í kvöld til að hefna fyrir þá. Já, en til dæmis, þú nefndir Óskar Hrafn, já ég er rauninni Óskar Hrafn mun að koma mér á óvart, ég held að maður myndi vera bara rekinn fyrir fyrstu 11 sko. Ég held að myndi bara vera rekinn eftir 5 fyrir þeir eða eitthvað. Já, þeir náttúrulega byrjuðu mjög illa en þeir eru svona farin á toppari tíma, þeir byrjuðu vel í fyrra og drulluðu síðan á sig en þeir ákveða að byrja með skítinn í buxunum og þeir hafa nú náð að hreinsa vel upp eftir sig. Já, en út af því að ég fór yfir síðustu 5 leiki á Breiðablik og ætla ég að gera það saman með Keflvíkinga. Síðustu 5 leikir á Keflvíkingum eru 2-1 tap á móti Víking, 1-0 tap á móti KR, 3-2 sigur á móti Keflavík, á móti Stjörnunni, 2-2 á móti IA Akranesi og 1-0 sigur á Leikni Reykjavík. Já. Ég meina við erum nú bara búin að vera góðir í öllum þessu leiki fyrir utan þess að síðustu 2. Ég meina við vorum með þess að lágættir í KR-leiknum. Já, við vorum samt góðir, við hefðum með smá hefni getað komast í 2-0 í seinnileika móti Víkingum en eftir að þegar við klúðurum því færi þá settu þeir inn á Kwame Key, það er nafnið sem ég var að leita á hann. Já, Kwame Key. Og Adam Ægi og það breyttist leikurinn og þeir bara pökkuðu okkur saman. Já, bara hárrétt hjá þér. En herru, við skulum aðeins fara yfir það hvernig heldur þessi leikur fari yfir höfuð? Hvernig heldur að leikurinn spilist? Heldur þetta verði sami rússibarinn og síðast á móti Breiðablik? Blika verða með boltan. Já, klárlega. Þeir verða miklu meira með boltan en þessi leik heldur en þeir hafa verið og þeir munu stjórna umferðinni en ef Keflavík spilar eins og þeir gerðu síðast á móti þeim þá jafntefli 1-1. Heldurðu það? Ég held við náumst í. Stigan þeir munu alveg herja vel á okkur og það ég heyrði það einmitt núna fleytt fram í fótbolta.net þættinum í gær að Anton Ari átti bara frábæran leik og ef hann á frábæran leik hér í kvöld þá geta Blikar alveg unnið en ég vona bara sveinilega að þeir mæti bara off í leikin og þá vinnum við ef þeir eru mæti off. Á Svolítið Bjartsson, ég held að þessi leikur fari því miður bara ég held að fara bara eina leið og hann fer þannig að Breiðablik bara gjörsamlega pakka okkur saman og það getur líka verið hollt ef þeir pakka okkur saman að við peppum okkur upp í næstu leiki. Já, reyndar það er alveg rétt hjá þér, ég meina hvort sem það eru meiri líkur á því að bara eins og ég segi síst að þetta er meiri líkur á því að Víkingur Ólafsvík komist upp í Pepsi heldur en að við séum að fara að vinna þennan leik sko. Við skulum nú alveg gleyma því að við séum að fara að vinna. Þeir eru nú í sóttkví núna greiðin en Já. Ég meina ég held að það fara bara eina leið, ég held að Blikar taki þetta og ég held að segja 4-1 fyrir Blikum, Tómas Mikkelsen með fjarka. Já, bara hendið ferðinu. Já, ég er ekki eins og að grínast í þér sko. Ég held að Tómas Mikkelsen, hann er búinn að vera slakur síðasta leiki, ég held að hann veri brjálaður í dag og tekur fjarka. Bara í álfurinu. Ég held þetta að veri Jason Daði og Joey Gibbs í dag. Það? Já. Jason Daði hefur verið mjög góður, hann var alltaf mjög góður með afturhendingu í fyrra og nú er hann kominn í stóra svið og hefur bara sýnt sig. Já, alveg rétt hjá þér. Jason Daði er búinn að spila vel með Blikum að þessu ári. Já. En já, ég segi 4-0 þegar þú segir 1-1. Það? Já.
Ég held að það hefur verið mjög góður, hann var alltaf mjög góður með afturhendingu fyrra og nú er hann kominn í stóra svið og hefur bara sýnt sig. Já, alveg var rétt þér. Já. Svo dag búinn að spila vel með Bleikmann þessu ári. Já. Núna hvað langt í leikinn? Núna 25 mínútur í leikinn. Þú segir 1-1, 25 mínútur í leik. Allt að gerast en ég bara, því miður, ég kannski svolítið svartsýn fyrir þessu leik. Kannski slökkt á. Já, alveg var rétt þér. Svo dag búinn að spila vel með Bleikmann þessu ári. Já. Núna hvað langt í leikinn? Núna 25 mínútur í leikinn. Þú segir 1-1, 25 mínútur í leik. Allt að gerast en ég bara, því miður, ég kannski svolítið svartsýn fyrir þessu leik. Kannski slökkt. Já, alveg var rétt þér. Svo dag búinn að spila vel með Bleikmann þessu ári. Núna hvað? Nei, slökk á hljóðinu í mæknum. 25 mínútur í leikinn. Þú segir 1-1, 25 mínútur í leik. Svona. Allt að gerast en ég. Þannig erum við. Þarna, komi. Það afsakið þetta áhorfendur, smá tæknileg vandamál hérna í gangi en já, þú segir 1-1, ég segir 4-0. Nei, slökk á hljóðinu. Þetta verður klárlega að mínum að Blikar verður allavega miklu meira á boltanum og við erum saman að því. Já. Það fer alveg eftir, komi, hvort að, ég held að fari bara eftir einu, hvort að Tómas Mikkelsen er í stuði eða ekki. Tómas Mikkelsen er í stuði og er að fara að drulla okkur í þessu leik. Ef hann er ekki í stuði, getum við ná stíð, það er alveg rétt hjá þér. Að mínum að Blikar verður allavega miklu meira á boltanum og við erum saman að því. Já. Verjast, við verðum að verjast betur eins og síðast við sáðu, fengum 3 mörk á okkur á okkur 5 mínútum eða stuði eða ekki. Tómas Mikkelsen er í stuði og þetta er náttúrulega bara mesta rugl sem ég sé þegar sá leikur. Getum við ná stíð, það er alveg rétt hjá þér. Já, ég ætlaði líka að fara inn í Kópavoginn en verjast, hætti við, það var bara frábært að ég hætti við. Fengum 3 mörk á okkur á okkur 5 mínútum. Það var náttúrulega bara algjör hörmung. Já, þetta var náttúrulega bara mesta. En já, skulum bara vona það besta fyrir okkar menn Keflvíkinga. Já, ég ætlaði líka að fara inn í Kópavogsins. Eins og núna þá erum við Keflvíkingarnir staddir í hvaða sæti? Þetta var að reyna við það. Það var náttúrulega bara algjör hörmung. En já, við erum í 9. sæti. 9. sæti með leik til góða reyndar á FH. Sem ég veit ekki alveg hvernig hann er. Hann er bráðum greinlega. En við vinnum þetta í hvaða sæti? Já, ef Breiðablik vinna þennan leik, þá erum við komin í öðru sæti með 26 stig. Víkingur fara niður í 3. En ef Keflvíkingar vinna þennan leik, þá eru þeir kominir í 8. sæti. Sem ég veit ekki alveg hvernig hann er. Já, þá eru þeir komin í 8. sæti yfir Fylki. Já, ef Breiðablik vinna þennan leik, þá erum við komin í öðru sæti með 26 stig. Víkingur fara niður í 3. Þá eru þeir kominir í Steven Lennon, hann er náttúrulega bara eitthvað einn, bara besti leikmaður sem hefur spilað í Pepsi-deildinni bara síðustu 4 ár sko. Frábær leikmaður. Já, frábær leikmaður. Þá erum við komin í öðru sæti með 26 stig. Víkingur fara niður í 3. Steven Lennon. Hvað er sá maður gamall? Bara besti leikmaður sem hefur spilað. En það er hann svona ungur. Frábær leikmaður. 33 ára þetta núna. Shit, hvað er hann að spila lengi maður? Hann er að spila. Hvað er sá maður? Já. Bara besti leikmaður sem hefur spilað. En það er hann svona ungur. Fór hann ekki til, hann fór til Norex. 33 ára þetta núna. Jep. Shit, hvað er hann að spila lengi maður? Svo komum til FH. Já, FH unni þannig leik 3-0. FH eru komin núna aftur top 6. Komin í 7. sætið. Sem er klárlega ekki það sem þeir vilja vera. En ég meni þeir múin að ganga alveg ágætlega í síðustu leikjum fyrir utan hann að valsleikin. Unnu 1-0 á móti Slík og Rovers. Útivelli. Unnu svo, nei á heimavelli. Unnu svo 2-1 útivelli. Unnu Fylki 1-0, töpu reyndar með Rosenborg 2-0. Endur þeir bara miklu sterkari liður Rosenborg. Alveg ágætlega í síðustu leikjum fyrir utan hann að valsleikin. Unnu 3-0 á móti Ía og Slík og Rovers. Ía. Svo er okkar næst til dæmis. FH geta alveg komið sér aftur inn í topp 3 ef þeir virkilega vilja það. Heldur það ekki? Ég held að FH þessu. Unnu 3-0 á móti Ía
Já, svo er okkur næst til dæmis. F.O. geta alveg komið sér aftur inn í topp 3 ef þeir virkilega vilja. Heldur það ekki? Ég held að F.O. þessu. Káa heim í bíkarnum. Val, HK, KR, Leiknir, Skaginn. Já, ok. Fyrir svo er möguleikarnir Virkilega vilja. F.O. úti, Heldur það ekki? Káa heima. Ég held að F.O. þessu. Já. Svo Valur er náttúrulega bara leikur sem við verðum bara að sjá hvernig spila. Valur er bara tafleikur, bara stróka hann bara út, sko. Svo ef F.O. heima það getur orðið sigur. Vinna HK, við getum henni KR, við getum henni Leiknir, við getum henni Valur er náttúrulega bara leikur. Ég hef engar áhyggjur bara að sjá hvernig. Hefur í álfurinni engar áhyggjur að Keflavík muni falla. Stróka hann bara út, sko. Keflavík á alveg sens. Já, alveg. Við verðum að vinna Fylki, við verðum að vinna Skagan, HK, við verðum að vinna. Já, núna er HK Valur núna smá, ég ætla bara innilega að vona það að Valur skíti ekki eins og þessu ég hef búin að gera það í síðustu 4 leikjum. Því að þá voru við komin í djúpan skít ef við töfum þess, þá voru við komin aftur í fallseti. Við töfum meira en 2 mörkum, sem er alveg glatað. En nema Stjarnarnir líka þá voru við í 10. seti. En við þurfum eiginlega, það er eiginlega, getur alveg allt í góðu ef við töfum þessu leik, en þá verðum við á einu stigi. Allavega einu stigi úr F.O. og Káa-leiknum, sko. Annars erum við búin að draga okkur inn í eitthvað kjaft, inn í einhverja fallbaráttu sem er algjör óþarfi með hvernig Keflavík er búin að spila. Töfum þessu leik, en þá verðum við á einu stigi. Já, HK með 10, Stjarnan með 13 og Fylki með 14 í 8. seti. Annars erum við búin að draga. Þetta er hörku fallbaráttu í átt. Þetta er í álverðinu tala fallbaráttan febrúar upp í, sko, 7. seti eða bara. F.O. Það munar ekki miklu hérna á móti hér og hérna. Þetta er í rauninu bara 5 lið í toppbaráttu og svo hinn 7 liðin bara í fallbaráttu. F.O. Leiknir, Reykjavík, Fylkir, Keflavík, Stjarnan, HK og IA. F.O. Það munar ekki miklu hérna á móti. Þetta er spennandi sísón. Já, þetta er í rauninu bara 5 lið í toppbaráttu og svo hinn 7 liðin bara Valur, Víkingur og Breiðablik. Já, heldur að Káa séu alveg bara HK og IA. F.O. Munar ekki miklu ekki. Þetta er spennandi sísón. Já, þetta er í rauninu bara 5 lið í toppbaráttu og svo hinn 7 liðin bara Valur, Víkingur og Breiðablik. Já, ég held að markmiðið á Káa þessu árið sé samt. Ég veit ekki, heldur að sé ekki ennþá bara sama markmið að vinna titilinn, eða heldur að séu dottnir inn í. Þeir reyna að ná Evrópusætinu, þeir geta alveg gert það, sko. Ég held að ná Evrópusætinu, sko. Já, ég held að markmiðið á Káa. Já, F.O. er bara ekkert að fara að ná topp 3 sæti. Nema bara að fara á svakalegt rönn og taki næstu 4, 5, 6 leiki eða eitthvað. Ég held að ná Evrópusætinu, sko. Já. F.O.-ngan er ekki búin að vera ekki búin að vera góður þessu sísóninni, en þeir eru náttúrulega bara að fara á svakalegt rönn og taki næstu 4, 5, 6 leiki. Þetta er bara algjört rússíbana sísón hjá F.O. í ár. Já, F.O.-ngan er ekki búin að vera ekki búin að vera góður þessu sísóninni, en þeir eru náttúrulega bara að fara á svakalegt rönn og ég meina samt, sko, þú veist, F.O. menn finnst í álverðinu tala, leikmenni á F.O. þú veist, að þeir skamma sín bara ekki fyrir hvað þeir eru að, þú veist, já, hvað rugl er það? Þú veist, hvað er, þú veist, sko, ef ég væri F.O., ef ég væri í F.O., sko, ég myndi bara skammast mér, hvað er í gangi? Já, í álverðinu tala, þeir eru með hópinn til þess að vinna deild, þeir eru með hópinn til þess að komast í fokking, þú veist, þessa sambandsdeild, sko, ef ég væri F.O., þeir eru með mjög sterkar hóp og svo þeir eru bara í að draga sig eitthvað fallbart. Þetta er náttúrulega bara mesta rugg sem ég hef séð F.O. séð þessari fallbaráttu, sko.
það þarf virkilega eitthvað að snúast algjörlega við hjá þessum hana í Hafnarfirðinum annars er bara hræddur að fari bara 4-5 leikmenn eftir þetta sumar og fari bara eitthvað og FH séu bara orðnir bara bottom 60 bara staðfest sko. Þurfa Hjálmurinn að snúa þessu algjörlega við rífast í gang. Já, að fari bara 4-5 leikmenn og saman með Stjörnuna og þeir vilja ekki Stjarnan síðustu sísonu verður alltaf verið eiginlega svona kringum topp 4, topp 5 bottom 60 bara staðfest sko. Hún er bara bottom 3 sko. Hjálmurinn að snúa þessu algjörlega. Ég meina Stjörnin er búin að ganga þeir náðu Evrópusætinu núna og fyrir síðast tímabil og síðan bara hefur allt farið lóðbeint niður. Síðustu sísonu verður alltaf verið eiginlega svona kringum topp 4, topp 5 bottom 60 bara staðfest. Já, ég spáði Stjörninu falli en ég held að ná hann að halda sér uppi sko. Þeir björguðu sig með þessu góðu rönni fyrir síðast Já, tímabil ég er samanlega, þeir eru svakalegt bara rönn hefur allt farið Val lóðbeint og eitthvað lið þarna. Ég get alltaf ekki haft það eyrun, ég heyri ennþá Já, Bergmann ég spáði Stjörninu falli en ég held að ná Mér líður sem sé bara gæður. Þeir björguðu sig En með heyrðu, þessu góðu rönni það er fyrir síðast 14 mínútur leik Já. Er þetta ekki bara komið gott? Jú, Heyrðu, við ég vinnum á styrtalínuna Já, og annars bara áfram Keflavík og vonandi að þeir nái góður framherslið í dag. heyrðu já, ég vil bara þakka fyrir okkur kæru áhorfendur, heyrðu Það er áfram Keflavík Já, Er þetta ekki bara komið áfram gott? Keflavík.